Gattkast þáttur. Sá fyrsti síðan, ég held að séu nokkur ár síðan ég gerði síðast þátt. En það hefur lengi legið fyrir, ég hef bara einhvern veginn ekki verið stemmt fyrir það, en núna er ég stemmt fyrir það. Mér datt í hug, ég myndi kannski bara segja svolítið frá því hvað ég hef verið að gera og hvað, ekki síðan síðast, þú veist, það væri bara hreinlega of mikið. En kannski stikla á stóru og sjá hvort ég komi þessu ekki frá mér einhvern veginn. Mér langaði kannski bara, mér langaði pínlítið eiginlega að segja söguna af því hvernig Vatnsnesjarn kom til eða svoleiðis. Eins og með svo ótrúlega margt annað í mínu lífi að það, þú veist, ég veit ekkert hvaðan það kemur. Þú veist, þessu skýtur bara niður í kollinn á mér og svo hleyp ég bara með alveg nokkrar hugmyndir sko og margar verða alls ekki að neinu en Vatnsnesjarn hefur orðið að einhverju. Og þetta er eitthvað sem að mér þykir orðið alveg ofsalega vænt og er bara mjög stór hluti af, bara náttúrulega mjög stór hluti af mínu lífi og ég ætla að fara að segja af hver ég er og er í leiðina að velta fyrir mér hvort að það sé satt. Hvort það sé satt að fyrirtæki, þetta litla fyrirtæki og þetta litla vörumerki sem ég hef búið til og byggt upp sé hluti af mér sem persónu. Ég held ég verið að segja nei við því, af því að jú, þetta er það sem ég geri en þetta er ekki, þú veist, það þarf ekki að fara út í þetta akkurat núna. Nei. Það sem ég langaði að tala er að það var árið 2016, seint á árinu. Ég hafði prófað að opna gatbúð á netinu, ég bjó í Kaupmannahöfn á þeim tíma. Og það var eitthvað svona, þú veist, ég er vefhönnuður að mennt, þannig að þú veist, það var auðvelt fyrir mig eins og að búa til vef og vefverslun og það er ekki erfitt að finna út í því að kaupa inn vörur ef þið langar að selja eitthvað, eða þú veist, maður bara, þú veist, finnur út af því. En ég kunni hins vegar ekki og var ekki með, þú veist, ég vissi ekki almennilega hvað ég ætti að gera. En hins vegar, í gegnum það ferli, þá kynntist ég handleitið við Garni nefnilega. Það sem sagt í raun og veru byrjar árið 2016, mjög seint á árinu, kannski bara, þú veist, í október, nóvember, desember. Ég prófaði að líta Garni í fyrsta skiptið og þetta var bara svona tilfinning, það verður ekki aftur snúið. Þannig að ég gerði nokkrar tilraunir þarna í eldhúsinu og sé fljótlega að það er ekki ideal að lita Garni í eldhúsinu. Það fylgir þessu mikið sull og mikið af bara alls konar sem á ekkert heim í eldhúsi. En það vildi þannig til að ég bjó í Danmörku, í Kaupmannahöfn á þessum tíma og var að fara að flytja heim bara í júlí árið eftir. En ég sem sagt græjaði vefverslun með henni bjó úti og var þar með til sölu það sem ég hafði litað í pottunum í eldhúsinu og það seldist. Þannig að leið og ég flutti heim, þá setti ég mér upp aðstöðu. Ég hafði vísu keypt alveg bakka og nokkra potta og að þetta fungerar þannig, þú veist, að ég get ekki almennilega ekki framkvæmt það sem að hugur minn stendur til. Það er erfitt að halda aftur af framkvæmda gleðinni inn í mér. En ég sem sagt flutti heim, bjó mér til litla aðstöðu í þvottahúsi, í húsi sem ég bjóði fyrst þar og hélt áfram og það eru mín fyrstu skref í þessu. Og svo vildi svo til að akkurat á þessum tíma þá er handleitagarn að poppa upp á Íslandi. Þannig að mjög samtímis þá hafði sambandið með 2 gatbúðir, bæði Amma Mús og svo gatbúð Eddu. En gatbúð Eddu var, og Edda í gatbúð Eddu, er eitt af mínu skemmtilegasta samstarfi sem ég hef bara á ævi minni lent í. Þannig að það var eiginlega svolítið þannig að ég byrjaði að selja
aðallega gegnum gatbúðetu og svo á netinu í vefverslunni minni. Og þetta svona upphafspunkturinn af ferð minni með Vatnsnes í Jern sem hefst þarna 2016-2017. Og nú 2025 og það þýðir að á næsta ári þá verður Vatnsnes í Jern 10 ára. Og ég hef verið að gera alls konar sem í raun og veru það sem hentar mér langbest í lífinu að gera alls konar og vera ekki að gera alltaf það sama. Ég held að ég hafi ekki hæfileika til þess að vera að gera alltaf það sama. Það sem ég vinn með aðalega ull. Ekkert aðalega, ég vinn bara með ull. Alls konar ull, en ég ekki með neina bómull eða ég að horfa hérna upp í hilluna hjá mér. Merino ull, stór partur af þessu og standard ég með merino úr merino ull sem bæði superwash og ekki superwash, sem sagt þvottaekta og ekki þvottaekta í nokkrum mismunandi grófleikum. Það ég með standard og svo ég með silkiblandaða merino ull, einnig standard og svo ég líka með nælonblandaða merino ull sem hentar vel í sokkana. Þegar ég segi sokka og nælon og nefni það bara út af því að næloni styrkir ullina en íslensk ull, þú veist, hún ekki með neinu nælon í nema húsubandið það ég held. En venjuleg álafossslópinn, hann mjög títt notaður í ullasokka og hefur verið gert í gegnum árna rás og það ekkert nælon í því. Það sem íslenska ullin hefur hins vegar frammi yfir eða munurinn á íslensku ullinni og merino ullinni sá að íslenska ullin hefur rosalega löng hár. Þú veist, maður getur alveg togað út kannski svona hár, bara hár úr íslensku ullinni. En merino ullin bara með rosalega stutt hár. Þannig að það gott að hafa nælon í merino ull til þess að gera styrkari sokka en það ekkert mál, það bara alls ekkert mál að búa til og prjóna sokka sem að duga vel og þannig galdurinn bara að nota mjórri eða minni prjóna heldur en þú veist, jafnvel gefið þér upp á fyrir gatnið og hafa bara virkilega þétta prjónfestu. Og það gefur hárunum á merino ullinni sérstaklega minna tækifæri til þess að fara út, skilurðu. Þannig að þau prjónast betur inn í og ekki á leiðinni neitt annað. Fyrir utan svona hefðbundi gatn eins og, þú veist, bara venjuleg merino ull sem bara ósköp venjulegt gatn eða svoleiðis. Það líka verið með og finnst rosalega gaman að taka inn og prófa eins og eitthvað svona. Algjör hlussa, mega loðin, alveg óheyrilega skemmtilegt gatn. Þetta heitir Breast Singles TK. Svona Glorious Bubble gatn. Þetta heitir Alpaca Chunky. Og Bokúl. Ég veit aldrei hvernig á að segja þetta. Bokúl. Þetta svona eins konar bánsagatn, ég sverða. Ég prjónaði á eitt barnabarni mitt, peysu röndótta, þar sem ég var með svona gatn og þennan lit í annar röndin og svo bara venjulegt slétt gatn í hinni. Kemur mjög skemmtilega út. Og langar sem sagt bara strax til að prjóna á þau barnabörnin, bara bánsa samfesting og húfu og allt með. Og klæði þau í það. Mohair, það líka eitt af því sem að mér skemmtilegt. Mér fannst það ekki skemmtilegt. Ég hafði eitthvað á móti mohair. Ég veit hreinlega ekki hvort að það hafi verið út af því að mér fannst, eða þú veist, já mér fannst fyrst
að mér þætti ekki næs að vera í mohairflík og hún er svolítið að vinna með að þú veist að þetta er stundum upp í mann og eitthvað svona pirrandi, en ég er bara ógeðslega hrifin af mohair núna. En ég sérst veit ekki af hverju ég var svona mótið þessu út af því að mér fannst þetta vera eitthvað óþægilegt fyrst, eða hvort að oft þegar eitthvað kemur upp og allir eru að nota, þá þarf ég endilega að vera á móti því. Ég veit ekkert hvað vitleysa það er. En oft er ég með mikla þörf fyrir að vera ekki að því sem allir hinir eru að gera. Samt er ég pottþétt alltaf að því að gera eitthvað sem allir aðrir eru að gera. En akkurat þessa dagana, þá hef ég verið mikið með mohair á heilanum og setti saman risastóran pakka, eða ekki pakka heldur, ég ákvað marga liti til að lita sérstaklega á mohair og hef verið að skemmta mér við það undanfarið. Ég ætla að sýna þér hérna nokkur punkt. Þetta er allt inn á vefsíðunni hjá mér. Þetta eru 50 gramma hespur og á þeim er mohair og silki. Það er sem sagt 64% er mohair og 36% er silki. Ég veit ekki með þig en þú veist. Svona er glorious að hafa með yfir annan þráð. Segjum eða þú ert með eitthvað ljóst býta eins. Bara toga út úr hillunni lit sem heitir Butterfly og er svona ljós með pínlitlum litaspeklum í. Segjum að setja þetta yfir. Það fyrir svona ljósangrunn og svona, hvað maður að segja, hjúp af þessum litum yfir þennan ljósa. Eða ef þú tekur dökkan lit, eða þú veist ekki lit, þá er hann kannski meira sýnilegur og þetta kemur inn sem svona, eða það myndi blandast meira heldur en liggja ofan á, eða þú fattar hvað ég á við. Ég er ekki besti útskýrarinn í heimi. Mér verður svo oft orðavant. Vefst oft tunga tönn og svoleiðis. Ok, tökum þennan hérna aðeins frá. Ég gæti bara alveg séð fyrir mér eitthvað úr þessu. Sennilega peysu. Ég hef hingað til ekki geta prjóna sjálf. Ég veit ekki hvað það er. Kannski er það því að ég noti ekki sjöl. Hins vegar hef ég verið að prjóna undanfarið og ég ætla að fara taka þið með í svona pokadæf. Að stinga sér í pokana hjá mér. En þetta er peysan Kusk eftir Eddu í Gatbúðettu og einstaklega klæðileg peysa. Það er skemmtilegt það er gatamunstur í berstykkinu og hún er að sjálfsögðu röndótt. Ég er að nota í hana, hún getur mér að segja verið að það er svo langt síðan að prjóna hana og ég er ekki búin að ganga frá að ég hafi talað hana á gatkasti, ég er ekki viss. En ég er að nota sem sagt, bleiki liturinn er Merino Silk Glaze og það til í alls konar litum at the moment. Meira að segja þessum bleika sem ég er að nota, sem heitir Út á galiðina. Merino Silk Glaze og 2 liti sem eru Perfect Sock með glimmeri í. Þannig að það er að ræða gulan lit sem heitir Moutarde og er þessi og einmitt Butterfly litin sem er þessi hvíti, þessi ljósi. Og það er í honum svona
alls konar litaðar speklur. Þetta hef ég verið að prjóna, sem sagt, þessa peysu sem ég kláraði fyrir nokkru. Það svo langt síðan ég veit ekki hvenær. Og svo hannaði ég sjálf peysu. Ég var í Budapest í september í fyrra, semst fyrir ári. Ég get ekki. Ég hannaði peysu. Og ég er búin að fá ég er búin að fá marga sem að vilja pröfuprjóna fyrir mig. Ég er svo hrædd við þetta ferli að það er ekki eðlilegt. En hún er einnig röndótt að sjálfsögðu. Hún er með svona púffermum. Eitthvað eftir að ganga frá endum hérna líka. Það er alltaf leið. Þetta er svona afgangapeysa. Þetta er úr tvöföldu þegar að segja fingeringarni, alveg, þú veist, þokkalega þung, sem ég fíla vel. Ég var búin að prjóna aðra svona. Þar sem að ég var einnig að gera röndótt. Og einnig er ég að nota tvöfaldan fingering, þráð, og var sem sagt að nota afganga í bleikum og skemmtilegum skærum, gulum, appelsínugulum litum. En það sem ég prófaði sem sagt í þessari útgáfu var að lengja hana að aftan, svo hún sæti betur, eða þannig. En hún er semst í stærð, held ég, extra small, sem að ég hugsaði mér, já, kannski vill dóttir mín yngsta vera í henni, en þetta er ekki hennar litum, skulum við segja. Annað, ef við tökum fram hérna næsta poka, þetta er Story of my life. Peysa á barn sem er hálf ermi eftir. Bæði barnabörnin eru orðin, þú veist, allt og stóri í þetta. Þannig að líklegast verður þetta bara svona sýnishorn. Reyndar er ég komið með aðra barnapeysu þangað af því hún var líka of lítil. Versta við þetta er að ég man ekki hvað uppskrift þetta er. Bara hreinlega hef ekki hugmynd. En það er alltaf leið, ég hlýt að finna út því. En ég ætla að reyna að klára þetta í bráðum. Þetta er, einhvern veginn þá er ég að grípa rosa mikið í Trú Merino, merinoöllina, sem er merinoöll, bara hrein merinoöll, sem er ekki supervass. Þetta er alveg glóriðs gagn. Þetta er alveg bara svona, þetta er rosa mjúkt. Reyndar eins og öll merinoöll, heldur sér mjög vel. Og og bara einhvern veginn, ég veit það ekki, þú veist, viðkoman er eins og þéttari, heldur en ég veit ekki hvað ég á að segja, systurgarnið, sem er líka merinoöll. Munur, það er bara munur, skilurðu mig. Það er munur af því að þetta er supervass meðhöndlað sem gerir að það er hægt að setja í þvottavél. En ekki þetta. Það er örugglega því að það er ennþá náttúrulega svona olían eða fitan í garninu er ennþá í Trú Merino. Næsti poki. Hann hefur pínlítið örlitla forsögu. Þetta er nefnilega peysa sem ég kláraði einhvern tímann. Þetta er með uppskriftin riddari. Mér finnst hún geggjuð. Þú veist, mér fannst heppnast vel bæði munsturprjónið og ég notaði tiltölulega litla prjónastærð miðað við hvað ég er vön út af því ég vildi fá svona þétta flík. Og þetta átti líka að vera á yngstu dóttur mína en var of lítið þegar upp var staðið. Þetta prjónaði fyrir akkúrat ári. Talandi um að fá, þú veist, og þetta gerist mjög oft, sömu hugmyndina. Aftur og aftur og aftur. Þetta er sama uppskrift, sko. Og nánast sömu litir. Appelsínugul liturinn þú veist, eða brúni liturinn hann er appelsínugulur megin.
þú veist, hvað er að frétta? Og þetta sem sagt, ég ætlaði þetta á hana líka. En ég held að þetta sé of lítið. Þetta bara hreinlega er of lítið. Ég veit ekki hvort að ég ætti að taka sjálfa mig á prjónfestu námskeið eða eitthvað. Ég gerði ekkert neina pröfu eða neitt. Ég veit það ekki. En mér er svo sætt og ég ætla að vona að klára hana. Þetta er í raun og veru, þetta er í litaði gadd sem er ekki með í sölu reglulega og bara ekki með í sölu. Þetta er BFL DK sem er Blue Faced Leicester ull sem er bresk og mér finnst hún glóríu sko. Hún er frábær í sokka, bara algjörlega geggjuð í sokka og einhvern veginn hefur BFL DK ekki, ég veit ekki, ég hef ekki gert neitt með það heldur en ég átti nokkrar eitthvað 8 espur sem ég ákvað bara að lita í peysu handa henni. En við erum sem sagt ekki að vinna með að fá nýjar hugmyndir. Steik. Síðasti pókinn til að demba sér í er önnur peysa eftir Eddu. Þessi heitir Rjómablíða og ég er komin niður fyrir ermar. Þetta lítur náttúrulega út eins og bara, þú veist, ég veit það ekki, eitthvað sem myndi klæða hundi eða eitthvað hannig. En það er út af því að ég valdi að prjóna, hvað heitir þetta? Hálsmálið eftir á. Ég er nefnilega alltaf að lenda í því að hálsmálið er of vítt eða þú veist, það passar mér ekki eða eitthvað. Þannig að þess ætla ég að prjóna niður og prjóna síðan hálsmálið og mér langaði að hafa það svolítið upp. Prjóna hálsmálið eftir á. Og í þessa peysu er ég að nota bleikt Merino Silk Glaze, akkurat eins og hér, ekki sama lit en líka bleikt. Þannig Merino Silk Glaze og lit sem er pröfa en er nánast eins og það sem heitir þegar að segja unicorn. Einmitt. Þetta er bara 99% sami liturinn. Þessi, hann er rokvinsæll hjá mér núna, en það er líka alveg geggja sætur. Ég er að halda saman Marglitu Mohair og Merino Lace þessu og svo Merino Lace og hvað heitir þetta nú aftur? Alpaca Silk Glaze. Já, pingulítið hespum í Alpaca Silk Glaze og þær eru á tilboðin á vef hjá mér. En þetta vonast ég líka til að klára. En ég prjóna ekki hratt og ég prjóna í raun og veru ekkert aðeinslega mikið af því að ég hef oft öðrum hneppum að hneppa. En það sem líka er, þú veist, markmið mitt með þessu er náttúrulega að framleiða gadd sem að þú getur prjónað úr, þó ég segi ekki alltaf að prjóna. Jú, hérna eru 2 verkefni í viðbót. Þú sér það er þema, það er raundátt þema. Ég sem sagt geri sokkasnáka. Ég er með handknúna sokkaprjónavél sem ég get notað til þess að prjóna sem sagt snák og þeir líta svona út og þetta var sem sagt prjónað úr sjálfmynstrandi sokkagarni. Ég bara prjónaði, eða sérst ég saumaði þetta saman þannig að þetta er eyrnaband. Þessi sokkasnákur varð eyrnaband. Og svo hafði ég gert nefnilega prófað að prjóna með 2 litum, þetta var svona test á sokkaprjónavélina, þar sem ég skipti lit og gerði mér legglífar úr því. Ég er stundum með til sölu svona sokkasnáka, eins og þessir Þú veist, þá prjónar maður bara við hælinn, tásuna og straffið. Þetta eru jólaliturinn í fyrra
En ég einmitt að vinna að með jólalitin í ár og hann kemur bráðum. Ég búin að lita það og ég að prjóna sokkinn til þess að geta sýnt þér hvernig það kemur út. Og til að loka hérna pókaumræðinni, þá hef ég verið að sauma póka. En það byrjaði með því að í fórum mannsins míns eru hellingur af gömlum gallabúsum. Eitthvað sem hefur verið geymt og í þá daga verið notað til að bæta aðra gallabúsur og svona. Og svo bættust þeir raun og veru við gallabúsur sem ég var hætt að nota, sem að börnin mín eru hætt að nota, sem börnin hans eru hætt að nota og bara einhvern veginn, þú veist, allt í einu var ég með alveg helling, bara risastóran bunka af gallaefni sem að ég ákvað að þvo og breyta í póka. Ég nú bara með 3 eða 4 póka eftir, en þeir til dæmis litu svona út. Það var engir 2 eins. Og þú veist, markmiðið var að nota gallaefni og alls konar efni sem að ég átti afganga af. Það til dæmis, kannski auðveldara að sýna þessu. Já, til dæmis rassvasi inni í sumum, þú veist, af því að ég klippti rassvasana frá og þá eru þessi pókar með rassvasa. Mér finnst það skemmtilegir. Og mér finnst líka alveg ótrúlega eitthvað, það eitthvað inn í mig sem mjög sátt við að hafa náð að nýta þetta efni, þú veist, af því að nú maður að kaupa og þú veist, ég út á landi, ég ofta og þú veist, já, gerir mikið á því að panta á netinu og það einhvern veginn, þú veist, stundum kemur og þannig að það passar ekki til dæmis þetta röndótta efni. Þetta var kjóll sem að bara passaði ekki á mig. Og inn í mér það bara eitthvað mikilvægt að geta nýtt þetta efni af því að þú veist, það er ekkert að því. Það er ónotað mikið af þessu. Svona dúluras. Buxnapóki. Og svo gerði ég einn risastóran sem að, þú veist, ef þú ert að prjóna teppi, sko, ef maður full size sofateppi eða rúmteppi eða eitthvað, gæti verið eitthvað fyrir þig. Ég held að hann sé, hann er aftur 45 x 45 held ég, sentimetrar, minni það. Og er úr bútasaumsefni sem að ég hefði keypt ykkur tján og var aldrei búin að nota. En núna búin að búa til eitthvað úr. Mér finnst þetta vera mikilvægt að nýta efni sem til er. Og ég hef til dæmis, að því að þú veist eins og það verður alveg til, þetta er ekki hvort ég segja haugur, en þú veist, það verður alveg til soldið af gatni sem ég get ekki selt og þú veist, ég get ekki prjónað úr öllu sem að tilfellir, fattarðu mig, sem ég lét bara grunnskólan hafa. Og þau geta vonandi notað í einhverju prjónaverkefni. Ég þarf aðeins að tala aðventudagatal. Þessi póki, hann er aðventudagatalspóki frá því 2022, ef ég man rétt. Og aðventudagatalin sem ég hef verið að gera, þau hafa komið í svona póka og ofan í pókan með síðan 24 pakkar. Stundum 25 eftir hvenær aðventan byrjar, af því að fyrsti dagatalspakkin, hann byrjar alltaf á fyrsta í aðventu hjá mér. Ég gerði að vísu ekki aðventudagatal í fyrra, en þar á undan, 6 ár á undan, þá gerði ég aðventudagatal, alveg húrrandi skemmtilegt ferli. Ég held bara ég hafi verið eitthvað þreytt árið 2024 eða eitthvað komin að einhverjum þolmörkum greinilega. En það er allt í lagi. Ég er að gera aðventudagatal í ár, þannig að það verður aðventudagatal frá Vatnsnesjar fyrir árið 2025. Ég ætlaði bara að fara yfir, móher, fara yfir og sýna þér hvað hefur verið í dagatalinu, þú veist, fyrir utan gatna, því það er ekki bara gat, það er líka, hvað er að frétta?
Það er líka alls konar. Til dæmis var einu sinni þessi poki og í honum var alls konar, hann heitir Bjargvættir og ég á svona poka, þeir eru til sölu á vefnum hjá mér. Þeir eru, þú veist, þetta er svona lófi á hæð og tæplega lófi á breidd eða eitthvað þannig og passar fyrir svona smádót. Og sem dæmi í aðventudagatali þá hefur verið kambur sem heitir Hnökralaus og hann lítur svona út. Og þetta er bara svona, mætti líta á sem eitthvað sem maður stingur í veskið sitt og er kannski á ferðinni og þarf að gera svona til að hreinsa pínlítið af peysunni sinni. Þegar maður er kannski búinn að sitja og keyra í bíl og það eru komnir hnökrar. Dum. Það hefur verið málband sem ég fekk framleitt og Good Omen, það er merki sem ég framleiði alls konar hluti undir. Lykkjusnúrur, þær á ég bæði til í þessum, þetta eru 3 metrar og svo er ég með 6 metra og svo er ég með lykkjusnúru í 3 stærðum með stoppurum og í svona dós. Hún lítur bara svona út. Heklunál, alltaf gott að hafa ef maður skildi missa niður eitthvað eða bara, þú veist, stundum þarf maður bara heklunál. Prjónahringur sem að maður notar til þess að setja, ef maður er að prjóna úr með 2 litum. Setjum það líka í. Svo hefur verið, það hafa alltaf verið prjónamerki, sko. Koma alltaf prjónamerki með. Og svona framvindumerki og eitthvað. Og einu sinni var svona, sníl, þetta er svona kaðlaprjón. Eða þú veist, geyma nokkrar lykkjur á, eða þú veist, maður þræðir það bara upp á. Sætur, hangir vel. Ferðaskæri. Sem að maður togar bara í sundur. Og setur síðan aftur saman. Svo er ég með merkimiða og þetta eru 5 stykki af svona merkimiða. Snúum við rétt. Það var ekkert í dagatali, hvort það var ekki bara í fyrra. Þar sem hægt er að merkja stærð, Hér er verið að slá. Merkja stærð og þvottaleiðbeiningar og hvað er í og þú veist fyrir hvernig þetta er gert eða hver gerði. Lítil minnisblokk sem heitir Meðan ég man. Einhvern tímann var líka stærri bók, Fyrst að loka klukkanum, sjá hvort að hjálpa okkur eitthvað með hávaðann. En já, sem sagt, það var einhvern tímann stærri minnisbók sem er bara tóm að innan, þannig að hún er ekki merkt árið eða neitt sem að fylgdi með. Fulla næs cover á henni finnst mér. Já, eitthvað þessum til, já. Og svo var einhvern tímann svona kort og þetta er bara svona minniskort litafræði í raun og veru. Sem að ég hugsaði með mér það væri kannski næs að hafa bara í verkefnapokanum og getur maður alltaf, þú veist, já, býtum við, hvernig var ef ég er með grænt, hvað geti ég nota fyrir poplít eða eitthvað. Þetta allt er ég með í þessum bjargvættapoka sem hægt er að fá, bæði með og án stöffi, en þetta var bara svona sýnidæmi hvað hefur verið í aðventudagatali hjá mér. Þá vil ég bara í raun og veru loka þessum pokalega þætti og fyrsta þætti eftir margra ára hlé. Við sjáum til hvort það verður fleiri, vonandi. En þú getur ítt á bjölluna
sem skilst að held að ég sé að benda rétt að sé einhverstaðar hérna niðri á skjánum hjá þér á YouTube og ítt á follow eða fylgja eða hvað stendur til þess að fá tilkynningu ef ég set inn nýjan þátt. Vonast til þess að við sjáumst aftur hér á skjánum eða yfir á Instagram eða yfir á Facebook eða það líka algjörlega velkomið að koma við hérna á Hvammstanga. Ég hef með opinn, auglýstan opnunartíma frá klukkan 12 til 2 á virkum dögum en þú veist, þú ringir bara eða ert á ferðinni eða sendir skilaboð á til dæmis Instagram eða einhvers staðar, skiptir ekki máli, ég sé þetta allt saman. Og ef þú vilt kíkja, þá það bara alveg mjög velkomið. Sé ég á staðnum, þá get ég komið. Haf þú það sem allra best og við sjáum síðar.